Hæ, ég heiti Helga og handavinnuóð og prjóna nú mest og ég hef lengi langað til þess að gera eitthvað í þessum dúr og eftir að fengið hvatningu frá öðrum þá ákvað ég að slá til og prófa. Ég hef mikið hort á erlend podcast eða svona vídeoblogg og og fannst það mjög áhugavert en fannst alltaf einhvern veginn ekki alveg rétt að hafa það á ensku en það hvarflaði ekki að mér að hafa það á íslensku. Það var ekki fyrir nún Guðlaug á Ísafirði sem með svona vídeoblogg á YouTube sem hún kallar Þræði. Það var þegar hún byrjaði og ég horfði á fyrsta þáttinn og það rann upp fyrir mér, já auðvitað, ég bara hef þetta á íslensku. Ekki það að ég gæti alveg auðvitað haft þetta á ensku þar sem að ég bjó nú í Englandi í 4 ár og tala alveg málið en þetta pirraði mig alltaf pínu að það svo mikið af prjónafólki á Íslandi af eldri kynslóðinni sem að ekki með þennan skilning á tæknimálinu í kringum prjónaskap og hannyrðir. Þannig að mér langaði að reyna að höfða til þess hóps líka og það náttúrulega hægt með því að tala bara á ástkæra ylhýra. Svo ég ætla að prófa þetta og sjá svo bara hvað mér og ykkur finnst. En eins og ég sagði áður þá heiti ég Helga og ég handavinnuóð. Ég prjóna þó mest en finnst alveg ótrúlega gaman að fikta í öllum hannyrðum. Og þetta vídeoblogg mun að mestu fjalla prjónaskap en ég líka að lita garð fyrir Galleri Snotur á Akranesi og mun sjálfsagt sýna ykkur eitthvað af því og líka af því sem ég bara lita fyrir sjálfa mig sem ekki selt þar. Og ég hef verið að gera prjónamerki sem eru seld þar líka og svo ég að gera svona handavinnu skjóður sem að ég sel bara sjálf og með Facebook síðu undir það sem heitir bara verkefni á töskur Helgu og með gjarnan kíkja á það. Annars ég mjög virk á Instagram, notendanafnum mitt þar Helga A71 og þar held ég mikið utan prjónasöguna mína. Ég til dæmis með eigið millumerki til þess að halda utan öll verkefni sem ég klára á árinu 2017 og það mjög þægilegt þegar maður fer að gera upp árið að sjá þetta í myndum, hvað þetta mikið eða lítið eða hvernig sem það og að því margt fer frá manni þannig að mér ótrúlega fljótur að gleyma. Og svo ég líka á Ravelry og þar ég Helga AR og þar held ég líka utanum allt sem ég að gera, einfaldlega af því að ég hef alltaf átt til að kaupa allt of mikið af gagni í verkefnin, einfaldlega af því ég farið eftir því sem að uppskriftin hefur kallað á. Og einhverju hluta vegna þá var ég alltaf með 2 til 4 dokkur stundum of mikið af gagni. Þannig að eftir ég fór að halda utan þetta og vigta gagni sem ég nota að þá hefur mér tekist að koma niður úr þessu. En eftir öll þessi ár sem ég prjóna þá ég enn að prjóna mig niður úr íslenska lopaprjóna fjallinu mínu af því að ég nefndi ekki að standa í að skila þessu og vissi að ég myndi á einhverjum tímapunkti ná að klára að nota þetta. Og svo bara gaman að eins og mér Ravelry að nota það til þess að skrá inn ef ég ger einhverja breytingar á uppskriftinni og þar set ég inn prjónastærðina á prjónunum sem ég nota og annað slíkt og þetta rosalega þægilegt til þess að fara aftur í ef maður að fara að gera sama hlutin aftur sem ég reyndar að gera mjög sjaldan af því mér finnst ótrúlega leiðilegt að endurtaka mig
En sumt geri ég aftur, sérstaklega þá í sambandi við litlu krílin mín. Og það nú minnsta máli að rumpa á 10 eins húum og annað eins hef ég nú gert að því. Ég var að prjóna tíma fyrir rammagerðina út á Keflavíkurflugvelli og ég held ég hafi gert einhverjar 300 eða 400 alpahúr en ég sérst búin með þann kvóta og það var ótrúlega gaman og ég fór meðal annars í stóra reisu fyrir peningin sem áskotnaðist fyrir að vinna mér inn þar. Nú, annað en að halda utan prjónasöguna þarna á Instagram og Ravelry og vera með verkefnatöskuna mínar á Facebook, þá ég líka í alveg frábærum prjónahóp. Og eftir að hafa verið að prjóna aðalega bara með sjálfri mér frá því að ég var ung, af því að náttúrulega eins og flest íslensk börn læri við grunninn í handavinnu í grunnskóla og reyndar kem ég á miklu hannyrða fólki, þannig að til dæmis önnur systir mín, hún alveg snaróð bútasaumskona og gerir alveg bara klikkaðislega fallega hluti og mér hefur nú áskotnast eitt og annað þar og þetta algjörar gersemar. Og mamma mín, hún saumaði rosalega mikið af flíkum á mig þegar ég var barn og unglingur og fullorðinn og ég gerði það líka og hún líka ótrúlega flink að hekla og prjóna og ekkert endilega styðjast við uppskriftir eins og ég geri, heldur bara spilar þetta fingrum fram og það alveg æðislegt að sjá hvað kemur frá henni og hún enn að þrátt fyrir mjög lélega heilsu en þá þetta eitthvað sem að þetta drepur tímann og þetta örvar hugsun og bara góð áhrif á finnhreyfingar og það bara vinnur allt með okkur handavinnu fólkinu. Og og já, og eins og ég var að segja, ég datt inn í alveg frábæran prjónahóp fyrir tæpum 2 árum síðan. Þá var hóa í mig og spurt hvort ég vildi ekki koma og vera með. Og ég var svona hálf rög við það en ákvað að slá til og ég sé ekki eftir því. Þarna eru mínar bestu vinkonur í dag og það ekki bara að tala prjónaskap, við hittumst 2 í viku. Það ótrúlega mikið talað prjónaskap en það líka talað allt annað og þetta ótrúlega dýrmætt að eiga svona vinahóp sem hefur skilning á þessari fíkn sem handavinna þessari góðu fíkn og líka bara að geta talað allt og ekkert við þær. Og þar opnaðist líka nýr heimur. Þar voru 2 systur sem bentu mér á þessi erlendu podcast sem ég gjörsamlega datt inn í og hentar mér alveg ótrúlega vel að horfa á það því að ég sem sagt ekki útivinnandi. Ég greindist með MS 2008 og var bara datt nánast strax út af vinnumarkaðnum. Var í rúminu í 18 mánuði og svo þegar ég fór í endurhæfingu upp úr því að þá var prjónanum mótað að mér af því að ég hafði mist miklar finnhreyfingar úr hægri hlið líkamans og það aldeilis sló í gegn hjá mér og ég prjónaði mig upp úr þessu öllu. Og að vera með svona vera með konum sem eru sjálfar að glíma við allt og alls konar og ekkert og við höfum stundum mikinn tíma til þess að og erum bara fastar heima. Það var æðislegt að hafa eitthvað til þess að horfa á og manni finnst eins og maður sé að prjóna með einhverjum. Og þannig að ég datt mjög fljótt eins og ég segi inn í þetta og morgnarnir mínir eru pínu heilagir, ég vakna alltaf snemma. Og fyrstu 2 tímarnir fara svolítið bara í þetta. Ég lengi að koma mér í gang og finnst æðislegt að geta fengið mér kaffibolla minn, sest og kveikt á podcasti og prjónaði eins og áður en ég held áfram út í heiminn. Og fyrsta ástin þarna á internetinu The Knitting Expat, Mína Philip, sem að ég datt fyrst inn á og
og þetta alveg magnað. Hún var þá í bara ein þarna einhvers staðar, þú veist, hinn meginn á nettinum nánast og við fórum að spjalla saman og upp úr því til dæmis þýddi ég nokkrar uppskriftir fyrir hana, hefur verið að prjóna fyrir hana og hún bara svona í fyrsta sæti hjá mér, skrifar alveg ótrúlega flottar uppskriftir og mjög skýru prjónamáli. Mér eru ekki mislíkað við neitt sem ég prjóna frá henni og alveg verið óhrædd við þar að taka þátt í svona leyniprjóni af því þegar maður er búin að prjóna svona margar uppskriftir eftir eitthvað þá fer maður að þekkja stílinn og veit svolítið hverju maður á von á og þannig að hún, já, mér finnst hún æðisleg og hún er einn af mínum uppáhalds hönnuðum, prjónahönnuðum. Nú svo hef ég líka hort á mæðgurnar í Legacy Fiber Arts eða, já, Legacy Knits podcast. Það eru sérst mæðgur þar sem eru ótrúlega hressar og skemmtilegar og maður upplifir ekkert endilega eins og þetta sé eitthvað, þetta ekkert neitt formlegt hjá þeim, þær eru bara kjafta saman, búa á sikkurum staðnum og eru í svona sem við kalla FaceTime. Og síðan það líka Periscoping Sisters og það það sama, þær eru systur sem búa ekki í sömu borg og eru með svona skjáin skiptan í tvennt og maður horfir á þær sem sagt tala saman og tala við mann og þetta bara ótrúlega gaman og það eru margar aðra sem ég gæti tínt upp og margir, líka Bakery Bears í Englandi, mér finnst þau líka æðisleg, það eru hjón og hún gerir uppskriftir og er bara líka alveg ótrúlega flottur hönnuður og ég er meðal annars að prjóna teppa eftir hana núna sem ég ætla að sýna ykkur á eftir. Já, ég geti lengi talið en kannski bara fer ég í gegnum það ekkert tíðan seinna við betra tækifæri hvað ég er mest að horfa á þarna út í heimi. Og sem sagt þegar ég kynnist þessum prjónahópi hér og við köllum okkur vinkonur Indriða og það er svona pínu saga á bak það sem verður sögð við betra tækifæri að þær voru svo mikið að prjóna sjöl og sokka og það var svolítið nýtt fyrir mér. Ég hafði verið að hekla kríur og prjóna einhverja lopasokka og þótt það alveg drepleiðilegt sko og en þær voru að prjóna sem sagt eftir Stephen West og bara aðra og það sem að máli var þar að við vorum enginn af okkur sérstaklega vön að prjóna kannski eftir enskum uppskriftum en þarna vorum við svo margar og við gátum hjálpast að og núna í dag þá prjóna ég nánast eingöngu eftir erlenda hönnuði, nema reyndar ég prjóna mikið fyrir Dagbjörtu hjá Hlína Design og það er eiginlega, þú veist, það eina sem ég prjóna eftir á íslensku, rosalega mikið, já, ekkert svona sem ég man í fljótbragði, en þessar stelpur í vinkonum Indriða, þær bara gjörsamlega smituðu mig af þessu og ég hafði aldrei prjónað til dæmis sokka úr fínu bandi fyrir þarna, svona fínu sokkakanni. Og í fyrra minnum að ég hafi gert 26 pör og ég gerði alltaf báða í einu sem á svona Magic Loop að því ég er ótrúlega ferköntuð og þoli ekki ef að annars okkurinn einn umferð lengri en hinn, ég veit, klikkað. Og já, þannig að það voru 26 pör í fyrra og ég man ekki hafa einhver haugur af sjölum og í ár er komin 30 pör af sokkum og einhver annar haugur af sjölum og svo er ég líka náttúrulega prjóna, ég reyni alltaf á hverju voru að prjóna á með eina peysu og það er að fara svolítið upp undan líka. Ég er búin að gera þessa peysu sem ég er í og fleiri til og er með nokkrar aðrar á prjónunum þannig að maður verður svolítið galinn í þessu og að vera í svona prjónahóp þar sem allir eru mjög frjóir og duglegir að skoða og tala og svona það kveikir í manni og mann langar að gera þetta og gera hitt og verður alveg óður og ég er svona, ég fæ það sem er kallað castonitis, ég á það til að fitja upp og kannski 10 verkefnum yfir 2 daga og svo er það misáhugavert, það gengur misvel að ljúka verkefnunum en
en ég sjaldnast að reka eitthvað upp og ef ég reka eitthvað upp þá það því ég sé það mjög fljótt að það eitthvað sem ég mun ekki nota eða ekki verða hrifin af. Og og sjálfsagt ef ég hefði verið komin á þennan stað í hugsun þegar ég fór að prjóna eftir Stephen West að þá var ég sjálfsagt búin að rekja, hefði ég ekki klárað mörg sjöl eins og ég gerði því að sum þeir eru svo ótrúlega ópraktísk að þau eru bara upp á punt hjá mér. Og ég sjálfsög finnst mér falleg sjöl, ekkert síður upp á vegg heldur en falleg málverk eða fallegar ljósmyndir. Þannig að það svo sem allir lagi. Og skemmtilegt að prófa eitthvað annað og læra nýjar aðferðir. Og það ég svo sannarlega búin að gera síðustu 2 ár. Og langar svolítið að bara fara að deila því með mér hvað getur gerst ótrúlega mikið á stuttum tíma ef áhugin fyrir hendi og löngunin og getan og svo sem getan þarf í rauninni ekkert verið til staðar því að eins og fyrir mig var þetta endurhæfing að byrja að prjóna aftur þannig að mér langaði og endanum gat ég og ef að ég fæ köst þar sem að hendin dettur og leika þá ég bara sko prjónablöð og á netinu og að skrá hjá mér hvað mér myndi langa til að gera þegar að hendin kikkar aftur inn og bara strjúka garninu mínu og svona þegar að því að suma á vestu dögunum þá bara nóg saman því og þá þýðir ekkert að streitast við það. Þannig að þá svo margt annað hægt að gera og maður búin að sjá fólk sko einhent að prjóna og þá sagði ok, þá get ég alveg prjóna með einni slappri og annar góðri og og já, eins og ég segi, þá ég að dunda mig við að lita garn, byrjaði bara einfaldlega því að það var ekkert auðvelt að komast í handlitagarn hérna á Íslandi og en það orðið ótrúlega mikið úrval núna og við erum nokkrar konur held ég bara hérna á Íslandi sem að köllum okkur litara og erum að lita garn sem annarkvort viðkomandi að selja sjálfur á netinu eða komin með sitt í búðir og eins og ég geri, ég bara fæ garn frá Galleri Snotru og við svona aðeins pælum saman hvað við viljum fá út úr í og ég fer með heim, lita það og fer svo með aftur niður í búð og þarf ekki í rauninni að spá í það meira og sem ótrúlega þægilegt og útrásin við að fá að lita æðisleg og það stundur svo gott að standa upp bara frá prjónum og gera eitthvað allt annað og innblásturinn kemur bara víða og oft kemur það bara frá því að horfa á eitthvað prjóna eitthvað upp sem að vekur hjá manni löngun til þess að reyna að ná fram svipuðum áhrifum. Nú verkefnatöskurnar finnst mér orðnar ómissandi. Ég sá þar einmitt fyrst á þessum erlendu podcastum. Ég var alltaf eins og flestir bara með prjónadóti í einhverjum plastpoka og var svo sem heldur ekkert mikið að fara með það út úr húsi en svo náttúrulega breytist það þegar maður fer í svona virkan prjónahóp og líka þú veist já bara það miklu þægilegra og fallegra að hafa eitthvað fallegt utanum handverki sem þú ert að búa til og svo það líka að ég og maðurinn minn við ferðumst rosalega mikið yfir sumartímann og veiðum mikið og svoleiðis og þegar við erum að keyra á milli þá finnst mér geggjað að drepa tímann og prjóna í bílnum og þá ég nú bara að prjóna einfalda hluti en þá líka rosa gott að vera með tösku sem getur setið á gólfinu og fellur ekki saman eins og poki þó maður ekki stíða á svoleiðis og bara náttúrulega heldur garninu hreinu og svoleiðis maður ekki að fá þá einhver óhreinindi sand og drasl í garnið ef að kemur gat á plastpokan sem gerist nú ansi oft með prjónunum, gatapokana. Nú þannig að ég pantaði 2 poka frá útlöndum og fyrst, annar poki sem ég pantaði var nú bara sýningur gamli. Það þessi
þetta eftir hana mínu Philip hjá The Knitting Expat. Hún reyndar ekki lengur í dag að gera þetta. Hún flutt til New York og á lítið barn og hefur bara nóg hana að gera. Og svo fékk ég með þennan hérna, hundapókan, sem að ég nota mikið undir sokka og hundarnir eru nú aðalega því að miðdóttir mín á 2 stóra hunda og þeir eru náttúrulega stór partur af fjölskyldunni. Nú og svo byrjar ein í vinkonu myndra að gera, og já, reyndar fljótlega eftir að ég keypti þessa, þá sá ég það að þetta var brásniðt og fór að gera fleiri póka fyrir sjálfa mig og mamma hafði verið að gera alls konar svona taupóka í gegnum tíðina úr afgangum af efnum og svona, og ég fór að nýta það og fór svo bara sjálfa að sauma mér bæði með böndum til þess að draga saman og rennilásum. Og síðan fyrir ein vinkona okkar í hópnum að sauma og selja, og hún einmitt að selja sína póka niður í Gallerí Snotru. Og mér langaði að gera eitthvað meira líka og ákvað bara að gera þetta og bara búin að vera að nota efni sem ég á, efni sem áskotnast, efni sem ég fæ ódýrt og hefur verið að gera þetta. Og í prjónagöngunni frábæru sem var núna 2. september, þá ætlaði ég að vera með standi með mús og selja töskunum mína þar. En einhver leiðinda sýking bankaði upp á, og meðan að konur voru að tralla höfuðborgina og strjúka alls konar gögn og fallega hluti sem að tilheyra þessar hannyrðum okkar, og þá lá ég bara á aðgerðarborðinu og það var ekkert úr því að ég kæmist. Þannig að eftir að ég jafnaði með það, þá opnaði ég bara þessa síðu verkefni töskur Helgu og að mjatla þeim bara út þar, og það bara fínt af því að ég hef ekkert við þar allar að gera, en ég svolítið manisk þegar ég byrja á einhverju, og þá ger ég ekkert breytni, ég ger 20 nema í prjónaskap. Ég ger yfirleitt bara sama sjalið eða sömu uppskriftina einu sinni, og þannig að ég bara að selja þetta til þess að hafa fyrir kostnað og til þess að sjá svona hvort að sé eitthvað grundvöld fyrir þessu, og ef að þetta fyrir eitthvað rögganga, þá langar maður að gera eitthvað jólatengt með þetta, og hugsanlega í framtíðinu gæti eitthvað fleira handverk dottið þarna inn, ef að ég verð komið alveg óheyrilega mikið magna gatna sem ég hef verið að lita fyrir sjálfa mig, sem ekki úr sama gatni og selt í Gallerí Snotru. Getur vel verið að það detti þarna inn, og já, prjónamerkin eða eitthvað, ég veit ekki, það kemur bara í ljós. Mér finnst mjög erfitt að vinna eftir pöntunum, gera þetta bara meira eins og ég innblásin af. Nú, eins og ég segi, ég fitja upp á alveg óheyrilegu magni þegar ég fæ andan yfir mig. Þá langar mig bara að byrja á öllu og svoleiðis, en ég gerir mér alveg fullkomlega grein fyrir því að það mun ganga hægar fyrir sig heldur en að gera bara eitt í einu, en ég þarf að vera með mismunandi grófleika á prjónunum bara til þess að ógera ekki höndunum eða fínhreyfingun í hægri hendinni. Þannig að mér finnst rosalega gott að hafa mikið í gangi til þess að geta róterað, og sumt hentar að fara með út úr húsi og annað ekki, og þannig að það hendar mér að vera með margt í gangi, og svo fæ ég svona sömu köst og uppfitjunar köstin lýsa sér hjá mér að mér langar alveg brjálæðislega að klára allt, og þá tek ég svona skurk í því að reyna að hreinsa svolítið af nálunum hjá mér. Nú, það sem að mig langaði að sýna ykkur núna, fara yfir í það sem við köllum kláruð verk, það að sýna ykkur það sem að ég svona kláraði núna bara á síðustu 2 vikum eða svo. Ég man ekki einu svona, allavega þessi 3 hluti sem ég ætla að sýna ykkur kláraði ég á síðustu 2 vikum, og ég hann á standa upp og ná ég þetta svona
byrja maður ekki alveg nógu skipulaður, þannig að ég ætla bara að pása þetta með það. Eða ekki. Það ætla ég bara að ná í þetta. Á þess má geta að þetta peysan eftir hana Andreu Mári sem að reið öllu í sumar. Ég ætla að sjá hvort ég og hún heitir So Faded. Og þetta sem sagt svona sem litaskipt. Ég ekkert endilega eitthvað að pælja að það renni alveg blint saman. Mér finnst allt í lagi þó að sjáast aðeins skilin en að það tóni saman. Og þetta var ótrúlega skemmtileg peysa að gera og ég ætla að gera fleiri af því að, já, mér bara gott að vera inni. Ekkert of heit og bara, ég var inni í sumar til dæmis á góðviðri stögum. Þannig virkar gæðaull, maður getur alltaf nánast verið í því. En eins og ég sagði þá ég mikið að prjóna sokka og finnst alltaf gaman að stúdera nýjar aðferðir og hæla og ég, eins og ég sagði að það prjóna ég alltaf báða í einu. Nema í þessu tilfelli þá var þetta svolítið öðruvísi. Ég reyndar gerði 2 pör í einu á prjónunum. Þetta sem sagt pörin 2, en fyrst var maður byrja á tánni á þá báðum pörunum og prjónaði svo bara alveg túpu og endaði á því að gera brugninguna og felldi svo af og þá varstu bara með eina lengju og enga hæl og ekki neitt. Og ég ekkert að segja, þetta ekkert eitthvað leyndarmál því þetta bara frí uppskrift á Ravelry sem heitir One Sock, Two Sock og eftir podcastara sem heitir, kallar sig Shona Stitches og líka mjög skemmtileg. Og síðan tekur maður bara sokkin í tvennt, setur tá á annan og brugningu á hinn og svo hælana eftir afterthought heels eða eftir á ísetta hæla eins og bara með þumlana á hellingunum. Og þannig að ég kom með 2 pör í einu. Og hugsunin á bakvið uppskriftin svo að fullnýta 50 gramma dokkuna. Og þetta gadd sem heitir frá Knitpicks og kallað Felici og kemur alltaf í svona, Felici bara þeirra lína yfir þetta röndótta sokkagadd, alveg lúna mjúkt og æðislegt, en það var alltaf þetta svona gadd sem þú eiginlega vilt ekkert endilega afganga því það nýtist ekkert í eitthvað annað, þannig að það bara æðislegt að geta klárað dokkuna. Ég man ekki hvort að ég átti 2 grömm eftir þegar ég svissaði yfir í brugninguna og var með Fabel bara einlitt ljósgrátt í því á þessum sokk og svo þennan græna á hinu parinu. Og þetta sem sagt alveg nákvæmlega, ég var bara með 2 svona Knitpicks Felici dokkur og fekk út úr því 2 pör af sokkum. Nú, svo náttúrulega stóðst ég ekki mátið að gera Dísu latte sjálið. Ógeðslega gaman að fá svona öðruvísi sjálauskrift eftir íslenskan hönnuð. Ekki þess að hefðbundnu þríhyrnur þó að þær séu algjört æði, að þá fannst mér bara eitthvað svo hrikalega gaman að
að fá svona spes íslenska sjálfskrift. Nú og ég sem sagt í svona, það markmiði hjá mér í ár að vera ógeðslega dugleg að prjóna úr öllu garninu sem ég á. Og ef ég kaupi mig garn þá það bara fyrir sérstakt verkefni, ekki bara þegar mér garn geðveikt. En já, það getur alveg klikkað eins og megrun getur klikkað. Nú og þetta sem sagt það smart í þessu, þetta svarta, það smart garn. Þetta Karisma frá Drops og síðan það, hvað heitir það? Það heitir, nú get ég ekki hugsað náttúrulega. Kíkjum bara hérna inn á Ravelry. Nú getur hún ekki alveg verið fullkomin svona í fyrsta reynsli. Já, það Drops Karisma, þetta bleika. Sandnes Lanet Baby Wool þetta græna og Sisu. Það þetta teal eða já, svona græn, sjávargræn og svo smart þetta dökka. Og ég náði nú bara að gera tvær endurtekningar á þessu af því að ég kláraði þetta sægræna, en það alltaf lagi. Þetta stórt og hlýtt og juicy. Og já, bara æðislegt. Ég vona að hún haldi áfram að dæla út uppskriftum á svona flottum sjölum. Og svo gerði ég mig bara svona vettlinga úr bláa afgöngunum. Og þetta frí uppskrift á Ravelry eftir Tin Can Knits sem gerir mjög mikið af flottum uppskriftum sem eins og til dæmis peysur sem hún peysu uppskriftirnar hennar eru allar frá bara smábarnastærðum og upp í 4 eða 5 XL eða vitið. Og þannig að það fyrir bara, þú kaupir bara einu uppskrift og getur prjóna eins peysur á alla í fjölskyldunni. Mjög líklega. Nú, svo ég með stykki sem var og ennþá í rauninni leyniprjón. Og það eftir Andreu Mári sem ég í peysunni eftir, hún skrifaði þá uppskrift líka. Ég að kíkja á uppskriftina ef finnst ég vera eitthvað út úr suður þá ég það. Og þannig að ef einhver af ykkur sem eru hugsanlega að horfa á og að taka þátt í þessu og ekki búin og vil ekki sjá, þá ætla ég aðeins að tala þetta og sýna það. Svo það sem ég tala segir ykkur ekkert endilega neitt, en ég ætla ekki að ég tala aðalega litina og sýni sjalið. Og ég ætla að sýna það núna. Og það hrikalega stórt. Þetta bara, já. Það eins gott að vera kalt í vetur. Annars get ég bara að nota þetta sem sjal inni, þetta þegar það kalt úti. Nú, og í þetta fóru 6 litir, ekki alveg fulla dokkur, ég hef ekki alveg búin að reikna hvað þetta þungt, en þetta örugglega 400 grömm í þessu, þannig að þið getur rétt ímyndað ykkur, sko. Þannig 100, 2, já, þetta 400 grömm. Og litirnir sem ég notaði í þetta, ég notaði nál númer 325 sem uppgefið og ég mjög fegin að ég gerði það því að ég hefði notað 4 mm eins og ég nota alltaf í sjöl, þá veit ég ekki hvar það hefði endað, sko. Ég með Live in the Long Grass, það fyrsti liturinn, þessi grái með svona bláu í,
og með honum svo Fool's Gold frá Hedgehog Fibers og síðan tekur við af honum svona ísblár litur og það gard sem ég litaði sjálf og með honum Banana Legs frá Hedgehog Fibers. Ég held ég sé ekki að víxla þessu, en nú og svo þessi sprengdi hérna, bleiki með rauðum og bleikum og fjólbláum sprengjum í, það líka sem ég litaði og þessi græni hérna undir. Kannski sést betur í þessu græni liturinn og svo gulu, svo þessi rauðsprengdi, blái og ljósblár, grár. Og það voru svona svolítið skiptar skoðanir þetta leyniprjón. Nú ég búin að færa sjálf frá til að tala það. Fólk var svolítið pirrað á því hvað það voru í rauninni bara 2 aðferðir notaði að gera sjálf. Það var ekkert svona tvöfaldi klukkuprjóni, gæti náttúrulega verið nýtt fyrir flesta en restin var bara ekkert. Mér fannst þetta skemmtilegt einfaldlega því að ef ég hefði séð mynd af þessu áður og mér hefði blöskrað stærðin og magnaði gatninu sem fór í það og hefði þá aldrei gert það. En ég ógeðslega ánægð með þetta þó ég veit ekki hvað notagildi verði mikið af þessu en það bara eitthvað, það svolítið gaman að eiga eitt svona huge og juicy stykki og að blanda saman svona mörgum litum og fá þetta að ganga upp meira en að segja en ég ótrúlega óhrædd við að láta vaða með liti og finnst bara gaman að sjá svona ólíka liti blanda sama eins og í vellingunum og dísulatti sjálfinu. Þetta ekkert fyrir alla að bara, jú, gerum þetta bara. Ég fæ ótrúlega lítið valkvíða. Ég bara sé eitthvað, kaupi það eða fytja upp á því og sé hvernig gengur. Og það svolítið sem maður hefur lært af vinkonum Indriða og líka af þessum erlendu prjónapodcastum að blanda saman típum. Eins og ég með í dísulatti sjálfinu ég með 4 típur af gatni og þetta eitthvað sem ég hef ekki séns að ég hef gert fyrir 2-3 árum. Þannig að horfa á aðra svona prjóna menningar heima hefur opnað bara nýjar víddir fyrir mann. Nú það alveg fáránlegt hvað ég búin að gera mikið af stöffi, ég að horfa henni í kringum mig og þetta 12 tíma þáttur ef að ég færi út í það allt strax, þannig að mér langar svolítið, þetta svona meira þáttur sem að fer í bara að kynna hver ég og hvað ég að pæla á svona og sýna ykkur aðeins hvað ég að gera. Svo langar mér næst kannski að taka fyrir sjölinn sem ég hef klárað á svona undanförnum mánuðum og svona einblína á það að sýna ykkur samt hvað ég að gera samhliða því en ekki kannski fara svona ítarlega í upphafið eins og ég búin að gera núna, bara að tala með alveg vitlausa tilvalið að fá sér vatn. Nú, eins og ég talaði með áðan, þá var ég að prjóna fyrir ekki prjónaskuröltið, fyrir dagbirtu hjá Hlína Design. Með dóttir mín sem að á Hrafntinu litlu sem að vera 2 ára, nú nóvember, hún kann svo ótrúlega vel að meta það sem að ég að gera og biður mig reglulega að prjóna eitthvað á litlu skottuna og auðvitað gera ég það, mér finnst það æði. Og það líka svo geggja við barnaföta þegar svo fljótgerð, sér svo mikinn árangur strax. Ég ætla aðeins að draga fyrir nú sólin þarna glenna sig. Það gott að hafa birtu en ekki alveg blinda mann kannski.
Já, hún enn bara svolítið. Hún veit kannski bara koma sér út. Já, og hún hefur verið rosalega hrifin af því sem að Dagbjört að hanna og ég hef verið svo heppin að fá prjóna fyrir hana og þannig að litla skottið mitt hún Hrafntinna, hún í mikið af fötum með hönnum af Hlína Design og líka Ernir Leó, litli strákurinn okkar sem að 7 mánaða núna, hann hefur líka fengið svolítið, hann á reyndar alveg rosalega mikið að prjóna á þeim ömmum, þannig að það ekki eins mikil eftirspurn þaðan, en ég bara gauka að hann og það var því sem að mig langar til þess að gera höndunum. Og nú Hrafntinna litla að fara að vera stóri systir, þannig að það þarf að fara að huga að öðru heimferðarsetti og annars á sett sem að Dagbjört að klára að hanna og ég fekk að pröfuprjóna buxurnar og að því og ætla svo að gera peysuna og húfuna í stíl sem að fylgi með þessu og Dagbjört með, eða Hlína Design með sölusíðu á Facebook og á Ravelry líka. Þannig að það bara hægt að kíkja þar. Fullt af svona fallegum barnaprjóna flíkum. Sumar svona, maður fær pínu nostalgíu yfir sumum, það sumt svolítið gamaldags og kjútað. Nú þetta sem sagt, eiga að vera buxur á 3. barnabannið og ég nota í það eins og svo oft áður í barnaföt ég að nota Drops Merino Extra Fine og kaup það allt í Gallerías Nótru og mér finnst það æðislegt í barnaföt og ég líka nota Baby Merino frá Drops sem aðeins fínna og mér finnst það líka, þetta æði, þetta rosalega gott fyrir þessar ungu mæður að geta skutlað þessu bara í þvottavélina og lagt þetta til og þegi. Ég ekki, ef ég gef þeim eitthvað sem það þarf að handþvo þá það innifalið í gjöfina að amma þvær. Og líka svona ef það eitthvað rosalega fancy. Ég gerði til dæmis fyrir síðustu jól kápu á Hrafntinnu sem að líka eftir íslenskan hönnuð og bara sko það eiginlega bara listaverk og svoleiðis flíkur setur maður ekki, ég ætla að sjá hvað hún heitir, kápan. Maður setur ekki svoleiðis í þvottavél. Þannig að þá handfæra maður það bara. Já, það Kamilu kápan. Hún var svolítið vinsæl á síðasta ári og ótrúlega gaman að gera hana. Hún var drullu erfið og mörg spjöld sem að ég þurfti að fara eftir til þess að því það var held ég, man ekki, 3 munstur í gangi einu eða ekki fleiri og mismargar endurtekningar og svona, þannig að maður þurfti að vera með hausinn lagi. Það var verkefni sem maður fór ekki með út fyrir húsins fyrr og það svoleiðis hlutir sem ég vil fá að hlúað áfram og eiga ekki að fara í þvottavél. Og já, ég nota mikið af líka Karisma, minnst Drops típurnar, þetta alls ekki dýrt, og og ótrúlega falleg áferð sem kemur eins og Merinónu frá þeim og allt munstur og svona, þetta nýtur sín allt svo vel, þetta poppar út. Þannig að þetta verður ógeðslega cutie þegar þetta verður tilbúið. Og síðan ég að gera peysu sem að heitir, hún heitir hvað, hún mjög mikið núna, Sunset Highway. Og það nú einhverju að brölta við að gera þetta núna. Ég ákvað að gera nú einföldum plötulopa. Hún verður huge. Hún verður svona oversize. Einföldum plötulopa með alpaka silk, bröst alpaka silk frá Drops. Og
að því mér langaði til að þetta er svona útiflík, útipeysa og hún verður mjög hlý og stór og æðisleg, kannski verður hún of stór en þú veist, þá bara færi ykkur heppin hana. Ég var að klára búkinn í gær og er svo að fara að gera ermarnar. Það er næstu dagskrá. Og ég ætla að gera svo aðra, svona tie-away, úr svona fínu ullarsokkagarni sem að ég litaði allt sjálf. Ég skal sýna ykkur það kannski, já, bara á eftir það sem er næsta á dagskrá. Nú, svo er ég með líka ég talaði Bakery Bear sem podcastara sem þau eru hjón og hún býr til uppskriftir og fyrsta uppskriftin hennar minni mig var svona prjónaður bangsi og það svona kallaði þau podcasti sitt Bakery Bears. Það er einhver tenging þarna á milli, ég man ekki nákvæmlega hvernig sagan er. Og hún gerir líka ótrúlega falleg sjöl og ég hef líka gert sjálf eftir hennar, er að horfa á hennar, sýningu það sér og þau eru bara mjög, þetta er eins og að horfa á sjónvarpsþátt að horfa á það, þetta er svo faglegt, þau eru með alls konar svona fræðslu, þau fara er að taka át kastala þarna, það er náttúrulega fullt af gömlum köstulum alls staðar í Englandi og þau þvælast mikið þangað og vera að taka staðina út og hvernig er að sitja í piknik þar og prjóna og þú veist hvernig er áreitið og hvernig er þú veist bara yfir höfuðaðstæðan og svo eru þau að smakka til keks og þau eru að gera ótrúlega skemmtilega hluti. Þannig að það er mjög gaman að þau eru alltaf á skjánu hjá mér annarkvert föstudagskvöld. Þá senda þau út sitt svona sinn stóra þátt og og hún gaf út núna teppa uppskrift í sumar sem hún kallar Bits and Bobs og mér fannst það alveg, ég er að hekla svona Granny Stripes teppi á hjónarúmið okkar sem er 1,80 sem 2, þannig að teppið er alveg 2,40 á lengd og verður eftir 2,50 á hæð til þess að passa yfir rúmið. Þannig að það er svona langtímaverkefni og í það nota ég mitt afganga af gatni sem að mun ekki gagnast í annað heilt verkefni eða eitthvað svoleiðis. Nema ég setti voða lítið af Fabel afgangunum mínum í það. Þeir bara einhvern veginn lentu alltaf í ykkur öðru því þú veist, ég hef reynd að nota það. Ég gerði leikskólapeysu til dæmis á Hrafntinu sem var bara gerð sem er úr þessari uppskrift. En gera hana úr Fabel afgangum. En ég átt samt að það alveg haug. Þannig að Bits and Bobs er hugsað til þess að þú ert þar með einn grunnlit sem að er eins og hjá mér, hann verður eins í gegnum allt teppið og það er þessi ljósgrái Fabel númer 114. Hann verður semst alltaf annar liturinn og síðan er ég með fullan poka af alls konar Fabel afgöngum sem að bæði einlitum og marglitum og allavega og þeir eru hinn liturinn á móti og þegar sá spotti klárast þá hnýti ég bara nýjan inn og held áfram og þetta er bara þetta er ótrúlega næs og þetta verður bara svona passar yfir eina manneskju eða svo, maður ræður náttúrulega hvað maður hefur þetta breitt og langt bara fyrir eftir hvað fitjar upp marga lykkjur og hún er með rosalega góðar leiðbenningar með prjóna aðferðinni, rosalega þessi sólorn, fín. En þetta er alls ekki flókið og eiginlega þegar maður er alltaf að djöflast í einhverjum munstrum og svona að það er rosalega gott að hafa svona eins og ég kalla svona heilalaus prjónaverkefni með og það eru líka þessir sokkar sem eru bara eins og þeir kalla á enskunni plain vanilla, þá er engin munstur í því eða neitt, það bara þú veist, það er kannski með svona litaskipt gatni eins og hér og þá ertu bara að prjóna hring, þú veist, og ert ekkert að pæla og það er svona þessi
Ég þarf alltaf að vera með pínu heilalaus verkefni með í bland, líka til þess að hafa með út úr húsi. Það því að stundum hefur maður alltaf að telja og það ekkert hægt þegar að það eru margir í kringum hann og maður getur þá ekki tekið þátt í neinu og þá er nauðsynlegt að hafa þessi heilalausu verkefni með. Nú þetta var svo sem það sem að ég ætla að sýna ykkur núna. Ég ætla að reyndar að tala hvað ég ætla að fara að gera á næstunni. Ég ætla að ná í þessar uppskriftir og sýna svo setja allt í rúst. Þetta er reyndar Guðlaug hefur ýmislegt samviskunni. Ég hef aldrei verið eitthvað brjálæðislega spennt fyrir vettlingaprjóni, en hún er að prjóna núna vettlingauppskriftir eftir norska konu, Ellie, sem er með podcast á ensku sem heitir Skeindyr og hún var að gefa út svona bunka af 4 vettlingauppskriftir minni með og ég þarf að fá með það af því allt í einu langar mig til að gera vettlinga og þarna er komið gatn í vettlingana. Þetta er allt Navia Duo sem ég ætla að nota í það. Nú, svo er í stíl við buxurnar þá keypti ég þennan karrígula lit. Þetta er nú ekki alveg rétt mynd á honum, en hann er númer 30 og ég ætla að gera hjálmhúfuna sem er með sama mynstri og buxurnar og peysan heitir Hlíf. Það er svona líka. Og ég hugsa ég geri aðra húfu úr dökkgráa litnum líka. Mér sýnist það verði alveg ágangur í það. Nú, síðan gerist svolítið. Þarna þegar ég var veik, fyrir allir var í gaddgöngunni. Ég get svo sem afsakað með því að ég hefði farið í gaddgönguna þá hefði ég örugglega eytt svona miklum peninga eins og ég eyddi eina nóttina. Ég var búin að vera vakandi í 4 sólarhringa á sterkum verkjalyfjum og er nú ýmsu vön af því að ég þarf að nota mikið af lyfjum til þess að fúnkera dagsdaglega. Nema þarna fékk ég svolítið meira en ég vön og svefnleysi getur leikið mann grátt. Og hvað gerir maður þá til þess að vera ekki ónáð bóndan? Þá satt frúin fram í stofu á nóttunni og var að svona reyna að dorma og inn á milli að prjóna og horfa á eitthvað og svo var á netinu, greinilega hann að síðustu nóttina fyrir aðgerðina, fór ég inn á síðu sem ég hef verslað af áður frá Englandi sem er með svona bara alls konar úrval af gagni sem að er sennilega aðgengilegt inn á Íslandi en ekki allt og mér finnst bara ógeðslega þægilegt að panta þetta oft á netinu og oftar en ekki af þessum dýrari handlituðu görnum að þá er það ódýrara. Sérstaklega þú ert að kaupa eitthvað magnað að flutningskostnaðurinn borgar sig. Þannig að ég greinilega geri eitthvað að mér þarna aðfram laugardagsins á netinu af því að svo er ég bara þokkaleg fyrir aðgerðin á laugardeginum og byrja að ranka úr rótinu á mánudeginum og á miðvikudeginum biður maðurinn mig að fara út í pósthús og sækja pakka fyrir sig. Og þá er ég alveg orðin skírkollinum og alltaf fer út í pósthús, sækja pakka fyrir kallinn og að því ég bý í litlum bæ að þá þekki allir alla og konan í afgreiðslunni segir, heyrðu, þú átt líka pakka hérna. Nú, hvað? Já, ok.
hún kemur með hann og ég borga eitthvað þarna smá toll og eitthvað og kannast nú alveg við límmiðan á pakkanum. Og svo bara, Jesus, hvað ætla sé að vera að senda mér aftur þetta sem ég pantaði í vor, ætla eitthvað. Af því ég hafði pantað hérna í vor. Nema ég fór út í bíl, opna pakkan og segja, nei, þetta ekki það. Kíki síman hjá mér og segja, jú, af því ég fælt að tilkynningu á SMS-i ef ég nota kortið á netinu. Jú, þar sá ég alveg að ég hafði verið að versla. Nú ég verslaði mér gat mér peysu, Malabrigo, Rios og já, þetta nokkur nær í lagi þessi litur. Hann heitir Pearl, númer 36 og þetta svona frekar gróft garn. Þetta og uppskriftin sem ég var alveg ákveðin í að prjóna þessa peysu en ekki úr þessu garni. Ég ætlaði bara að nota eitthvað sem ég átti eða kaupa eitthvað frá Drops eða eitthvað. Nú, og peysan worsted boxy eftir Hóhi Locatelli. Og hún líka einn af þessum hönnuðum sem mér finnst alveg æðisleg. Og þetta bara svona juicy, cozy peysa. Og þetta worsted garn sem ætla til þess að nota hérna sem mér finnst þetta ekkert eitthvað svaka teikt. Þetta aðeins fínna en jável léttlópin okkar, sko. En Amerikaninn og Bretinn prjóna alveg ógeðslega mikið úr svona fingering, sokkagarni, þú veist, eins og Fabel og Stepp Austumann og svo leys. Já, þannig að allt í einu á ég garn sem ég ætlaði ekki að fá mér í þessa peysu. Og þegar Sunset Highway var búinn, þá ætlaði ég að fitja upp á þessari og upp á annari Sunset Highway líka úr svona innipeysu. Og það allt úr garni sem ég hef litað sjálf. Og þetta verður aðaliturinn. Þetta svona alls konar órange og gulir og svona jaðrað við sums staðar að það engin litur í garninu, bara bert garnið. Og með því ætla ég að hafa þetta verður litapalettan. Þessi ég notaði mikið af laxableikum og órange í þennan. Þannig að hann verður ekki næst gula litnum, af því það gult í honum líka, þannig að þetta verður svona einhver af þessum dropum sem inni. Og síðan þessi, hann með svolítið gulu og dökku í sér og hvítu og bleiku. Og svo þetta svona eiginlega svolítið dekkri útgáfan af því nema, hvað var þetta bleika, og svo líka þessi tíl, svona sjávargrænn líka. Þannig ég svolítið spennt að prófa það. Þannig að það svona það sem næst á dagskrá. Nú og svo náttúrulega, já, ungbarnafötin og prinsateppið. Af því að þegar Hrafntinna fæddist þá fékk hún prinsateppi og þegar elsta dóttir okkar eignaðist Erni Leó þá fékk hún heklaði ljósmæðrateppið og þannig ég hugsaði, já, ok, þá þetta þannig. Hennar börn fá prinsateppið og hinn fá ljósmæðrateppið. Það svona ágætt af því að ég á svo með að gera sama hlutin aftur og aftur og það var fínt að skipta þessu þannig. Og ég hugsaði þannig að þessi teppi eiga svo börnin bara eiga sjálf. Það svona stelpa mín sagði, þú þarft ekki að gera annað svona teppi og ég segi, jú, ég vil að börnin eigi teppi, að þetta sé þeirra teppi. Þannig að ég ætla að
fara bara að fitja á nýju prinsateppi, hvað sem verður svo fyrir prinsessu eða prins, það kemur bara í ljós. Nú, ég náttúrulega búin að röfla miklu meira en ég hélt ég gæti og örugglega bara út allt, sérstaklega þannig ég upphafði með kynninguna þegar mér langaði að segja svo margt hvað sem ég hérna og hvað ég að pæla með og svona og eins og Guðlaug sagði, þetta bara svona ein leiðin til þess að halda utan það sem maður að gera, það sem maður langar til þess að gera og ég ég vog og ég veit svo sem ekkert hvort að það eitthvað við það, en ég rosalega skipulögð og vill ganga hlutunum vísum og þetta svona svolítið úr takt við í raun prjónaskap af því að þar getur þú farið svolítið út við hafa öllu gert það sem að þig langar, en ég svona svolítið eins og í matreiðslu, mér finnst gott að hafa uppskriftina og ég breyti kannski einhverju pínulitlu. Þannig að já, og svo var þetta líka hugsunin að vera með íslenskt mál í podcastinu og eða vídeoblogginu, svo var maður að venja sig að þessu, að vera ekki að nota ensku frasana og það er líka eitt, það er svo gott fyrir mig að nota betur okkar tungumáli yfir prjónatækni og þess aftar, af því að þegar maður prjónar svona mikið eftir enskum uppskriftum og hlustar svona mikið á enskt tal í sambandi við prjónaskap og heklu og svoleiðis, og þá fer maður ósjálfrátt að nota það og glatar íslensku orðunum yfir þetta og mér finnst það algjör synd og ég hef rosalega mikinn áhuga á að við glötum ekki hann að sögunni okkar og að fikta við að spinna á halastjörnu sem að mjög trikki fyrir mig, erfitt út af þessu lömunadóti, þannig að ég fór að spáði að fá mér rokk, fór að skoða það, ég svo nei, ekki að fara að fjárfesta í fyrir 100 skall bara til þess að prófa, svo ég fór að leita á netinu, fann uppskrift og maður minn ætlar að smíða fyrir mig rokk. Og meðan ég pínan ekki til þess að prjóna þá var hann til að gera ýmislegt fyrir mig til þess að ég geti haft ofanum fyrir mér og haldi áfram að læra meira þetta sem ég hef áhuga á. Og sem að mér finnst æðislegt að hann gera þetta því að við erum alveg rosalega samrýmd og meðal annars hann hefur alltaf haft rosalega áhuga á veiðskap og ekki ég. Síðan fyrir 3 árum þá fór ég fyrir tilviljun upp í veiðivötn þar sem hann var að veiða og það var ekkert veiðin sem heillaði mig, heldur bara hálendið á Íslandi, það var klikkað og það samt kviknaði ykkur, þannig að ég fór að svona fikta við að veiða. Síðan í fyrrasumar þá ætlaði að fara með bróðum mínum í veiðivötn og þeir ætlaði að vera að veiða og við Helgi förum á undan og svo bara endar að þannig að bróðir minn kemst alls ekki og kom óvænt upp á í vinnunni og veikindi og alls konar og þannig ég fekk bara veiðileyfi hans. Helgi var sem þetta fer með nóg stöngum og aukaveðlur og ég stóð út í vatni í 3 daga og fannst þetta geðveikt. Þetta svín virkaði á sjúkdómi minn, verið í kuldanum. Mér leiði ógeðslega vel, sofa í tjaldvagni þar sem maður engin steik, þannig ég var alveg, fannst það æði og svo ekki spilt það í mókveiti og en það var ekkert endilega veiðiskapurinn sem slíkur heldur vellíðanin sem fylgdi þessu. Þannig að við bara notuðum svo veturinn í það að græja kettlinguna upp og erum búin að vera í allt sumar að þvælast og veiða og bara gæti sleppt í að fara út í búð fram á jólum og eru bara með fiskimati
ekki það að ég hefði eitthvað að lista því, en og ég gat ekkert verið svo sem alveg frá 7 morgnan til 11 á kvöldin að veiða, þannig að ég sat oft inn í bíl og þá var ég bara að prjóna og fannst það æðislegt og ég hef svona oft verið að óta þessu að honum og hann sagði, þú færð mig aldrei til þess að prjóna en ég er alveg til að hjálpa þér ef að þú þarft að gera eitthvað og allt það og hann notar allt sem ég prjóna fyrir hann, en ég reyndar spyr hann alltaf, langaði í þetta myndir að nota það, því ég nenni ekki að prjóna á einhvern annan ef hann ætlar ekki að nota það. Þannig að þegar ég sýndi honum svo þetta, þar sem ég er að fara með þessari sögu, að hvort hann gæti kannski bara smíða rokk, hann var alveg til. Þannig að það er eitthvað sem er í vinnslu og ég sýni ykkur það að ef það tekst vel og virkar og bendi þeim sem áhuga hafa á hvar ég fann allt þetta sem til þurfti og já, og það er svona mín leið til þess að halda utan þekkinguna þó að hún verði ekki á þessu gamla góða rokka, því þeir eru virðast vera ansi fágætir. Ég er búin að vera að svona þeir sem ég þekki sem eiga rokka, þeir eru allir óstarfhæfir og maður þorir ekki að fara að reyna að laga eitthvað sem maður veit ekki hvernig á að virka, þannig að það er bara ágætt að byrja á þessu. Og ég fyrir aftan mig, ég fór sérst í Þingborg í ágúst og fékk mér nokkra sem bíða þess að ég er sjúklega flink að spinna og þá fá þeir að fara á hjólið og mér finnst það eitthvað ótrúlega sjarmerandi. Ég veit ekki hvort ég kom svo til með að nota eitthvað mikið í prjónaskapum, mér finnst bara tilhugsunin við að búa til eigin. Það finnst mér æðislegt. Nú ég hef nú svo sem ekki talað mikið sem að vaða og reyni ég hef ekki talað mikið prjónana sem ég nota, en ég var náttúrulega alltaf með þetta prim og það áðferð. Síðan kynnist ég þessum stelpum fyrir 2 árum og við erum ótrúlega duglegar að æsa hvora aðra upp í prófa eitthvað og svona. Ég fór að panta mér Hæja Sjarp og Chiaogu Lace og svona hágæðaprjóna. Og ég er orðin svona snobbari í þessu. Af því að og noti ekki endilega þessa típu prjónum með þessu típu garni, af því að þessi oddur klýfur garni svo auðveldlega, þannig að maður er svona farin að pæla í öllu þessu. En fyrst og fremst vil ég bara að garnið renni þokkalega vel á nálunni og maður þurfi ekki bara að því prjónastundur svolítið fast og maður þurfi ekki að vera svolítið að hamast við að færa lykkjuna til og já, þannig að ég á orðið ansi gott safn af prjónum og hafði nú hugsað mér það ef ég held áfram með þetta í einhverjum þættinum að sýna ykkur hvernig ég geymi prjónuna mína og hvernig ég skipulegg bara prjónastúsið mitt, hvernig ég geymi prjónuna. Ég prenta til dæmis alltaf út allar uppskriftir en ég geymi þær, ég hendi þeim aldrei því að svo get ég alltaf farið inn og sé já, ég var að prjóna þetta 2015, það er þá í þeirri möppu, þá þarf ég ekki að prenta á þetta aftur, af því mér finnst óþægilegt að nota skjáinn sem sagt form til þess að hafa uppskriftin á. En ég geymi þetta allt í möppum, setji í plastvasa og oftast setji ég annarkvort miðan af garninu með og smá sýnishorna af garninu og svo er náttúrulega allt sem ég er búin að skrifa inn á nóturnar og það er þá allt þar líka. Að ég set ekki endilega alveg nákvæmlega allt inn á rafverli. Og já, mér finnst, já, ég þarf bara, þetta er einhver hluti af þessu prógrami sem ég geri. Nú, svo langar mig, eins og til dæmis í næsta þætti að taka fyrir sjölinn, samhliða því að sýna ykkur það sem ég er að gera og það sem ég
hefur dottið á prjónunum síðan að þessi þáttur fór í loftið og svo kannski sokkana og garnið og svo skipulægið, önnur podcast og bara svona þar fram eftir götunum og og bara sjá hvernig þetta gengur. Aldrei að utan að ég þurfi bara að taka þetta allt upp aftur af því að þetta getur verið bara allt og mikið belg og biða og mikið og af því að ég ætla mér ekkert endilega að fara mikið að klippa og skeita saman og ég vil frekar þá bara að fólk sem skrifi undir vídeóið ef það vantar upplýsingar eitthvað. Ég mun reyna að setja svona það helsta hver mig að finna og þar fram eftir götunum í slána niðri og þess áttur upplýsingar og ef þið finnið ekki það sem ég er búin að nafngreina í uppskriftum eða eitthvað slíku, ef þið finnið það ekki þá bara hnippið í mig og ég reyni þá að finna linkinn eða hvað sem það er. Ég vil ekki að þetta fara verða of mikil viðbót af því að þetta tekur fram að prjónatíma, sjáu þið. Þannig að já, svo kannski, já, ég var náttúrulega búin að sýna ykkur þessa erlendu prjónabók sem ég keypti. Ég var sýnt ykkur að garnið, þetta er einn svaka glaður sem ég gerði og sem hvað geymir hann? Já, hann geymir þetta. Þetta verður sýnt síðar. Þetta er svona í timeout, eitt af þessum, þarna því ég tók æðið og feitjaði upp eins og óð. Nú, svo finnst mér líka rosa gott að vera með á svolítið svona stóra. Hérna er verðandi peysa, sem ég segi ykkur frá síðar, af því að, þú veist, mér ofbýður hvað á ykkur með allt sem ég er með í gangi. Þannig að, já, og svo líka endilega skrifið fyrir neðan ef það er eitthvað sem að þið viljið heyra meira eða, já, bara hvað sem er. Og sjáum svo bara hvert þetta leiðir mig eða leiðir mig ekki. Þannig ég þakka bara fyrir og sjáumst fljótlega. Bye bye.